Komið sæl og blessuð og sæl kæru naut. Ég er að gera þetta svolítið öðruvísi núna en ég hef vön og er að nota spil sem ég er ekkert vön að nota heldur. Bið ykkur að sýna með þolinmæði varðandi það. En það er kannski aðeins að gefa mér tíma, meiri tíma heldur en ég hef vön. Ég er að draga fyrir júnímánuð fyrir ykkur, nautin mín góð, og þemaspilið ykkar fyrir júní er komið á borðið. Og ég sverða að það er sama spil og hrúturinn fékk. Það er bara þannig, allt í lagi með það. Þetta er sem sagt kóngurinn í sverðum. Júnímánuður verður undir orku þessa manns eða þessarar karlorku, því þetta þarf ekki að vera maður. Annaðhvort ert þetta þú sjálfur, eða þú sjálft, kæra naut ef ég segja það þannig, eða einhver sem að þú ert að fara að díla við í júní. Þetta er skýr og bein orka. Sverðakóngurinn er klár, hann er vel menntaður, eiginlega hámenntaður. Hann notar hugsanir og hausinn á sér til að leysa úr málum án allrar tilfinningasemi. Og hann getur verið í svona starfsstétt sem krefst langs náms, segir maður það? Jæja, jú, allt í lagi, eins og til dæmis læknir eða lögfræðingur. Hann getur verið yfirmaður einhvers staðar sem að gefur öllum skýr fyrirmæli og er góður í að dæma, það er að segja, sjá hlutina skýrt og benda fólki á hvar sannleikurinn liggur og hvað er rétt og hvað ekki. Hann getur verið svolítið svona langar ekki að segja hrotti, en hann getur verið svolítið ótillitssamur, skulum við segja. En honum er alveg saman það. Það er bara hans eðli. Og ef að fólk vil ekki fylgja hans ráðleggingum þá bara það það. Fólk gjör eiga það við sjálft sig. Þessi orka er í gangi í júní hjá ykkur, kæru hrútar. Á hvaða hátt fáum við að sjá núna betur. Sett þemaspilið svona aðeins til hliðar og höldum síðan áfram. Sagði ég hrútur? Því eru þetta naut. Er það vonað ég ruglist? Af því að þetta er svolítið déjà vu hérna. Hrúturinn fékk þetta á það. Naut. Ég vona að ég mismæli mikið aftur. Vistu velvirðingar á því? Hvaða spil ætlar nautið að fá hérna fyrir júní? Já. Fyrst og fremst koma hérna margir möguleikar. Margir möguleikar til að velja úr, kæra naut. Þá er það spurningin, ætlið þið að nota hjartað eða höfuðið þegar þið veljið á að fylgja tilfinningum eða á að fylgja skynsemi. Það sem þið veljið verðið þið sátt við, kæru naut, en það verður kannski svolítið erfitt að velja. Sko, mörg ykkar eigi nefnilega einhverja gamla reynslu sem hefur verið ykkur erfið og þið eru hrædd að endurtaka sömu mistökin. Þið eru samt það hugrökk, kæru naut, að þið eru búin að ákveða
að þið ætlið að taka sénsinn aftur. Þetta er að öllum líkindum eitthvað sem varðar tilfinningamál. Því að þið eru bæði hérna með 7 og 10 í tilfinningaelementinu vatni og í þessum spilum heitir þetta speglar en í flestum tarotspilum við tala bikara. Það að þið ákveðið að taka slaginn aftur, það á eftir að vera ykkur til mikillar gleði og þið munu upplifa hámark tilfinningalegar ánægju. En til þess að það megi verða þurfið þið að velja rétt fyrir ykkur og gangi ykkur vel með það. Það eina sem þið þurfa að varast er að þegar margt í boði þá eru meiri líkur á að maður láti blekkjast af einhverjum tálsýnum eða gylliboðum og sumt af því sem í boði fyrir framan ykkur, nautin mín kær, er of gott til að vera satt. Og en þið eru það skynsöm og jarðbundin að ég hef fulla trú á að þið eigið ekki eftir að láta svo auðveldlega gabba ykkur. Sérstaklega ekki ef að þessi skynsemisorka hérna er í gangi í mánuðunum hjá ykkur. Tala nú ekki ef að það eru þið sem eru í þessum gír. Þið bara takið ykkur saman í andlitinu og haldið áfram veginn. Það er ekkert neitt annað að velja í raun og veru í þessu tilviki og þið munu ekki sjá eftir því. Við skulum sjá hvað kemur meira. Nauti í júní. Verður þetta geitungasumar? Trúið þið ekki? Nei, þetta var nú bara smá grín. En án gríns þá táknar vespuspilið erfiða tilfinningar. Afbrýðisemi kemur fyrst upp í hugan. Svona meting á milli fólks, gremju og reiði og allt þetta sem er erfitt að fást við en nauðsynlegt að takast á við til að öðlast meiri þroska. Farið varlega með þessar erfiðu tilfinningar og látið þær ekki taka af ykkur völdin. Eins og kóngurinn segir mér þá er einhver munnleg, huglæg barátta í gangi hérna í júní fyrirgefið. Ég er alltaf að mismæla mig. Það er kannski eitthvað hluti af þessu að þið verðið að passa að tala skýrt. Koma hlutunum frá ykkur á réttan hátt og ef þið eru að fást við einhver pappísmál, eitthvað sem þarf að verða opinbert eða eitthvað, látið þá lesa yfir það fyrir ykkur áður en sendið það frá okkur. Bara smá svona. Þið hafið alveg nægan innri styrk til að ráða yfir og ráða við erfitt tilfinningalíf ykkar. Sko drekinn hérna sem táknar styrk, hann þarf ekkert að vera eitthvað að sýna sig eða beita sér til þess að fólk taki mark á honum. Það er bara nóg að hann birtist, skiljiði.
Eldurinn sem hann býr yfir og það að spúa honum, það gerir hann bara í lengstu löð. Hann fer sparlega með eldinn sinn og fólk tekur mark á honum án þess að til þess komi. Útlitið eitt og sér er nægilega ógnandi. Ég er ekki að segja að þið séu ógnandi, kæru naut, en þið geti verið mjög samfærandi í kraftinum ykkar og með ykkar þrjósku. Og það er talað þegar að fólk reiðist að það sé eins og naut í flagi. Þannig að ég er að reyna að vera jákvæð hérna, en það er hérna útlit fyrir það að skapið verði með svona mestamóti í júní, einhverja hluta vegna. Það er samt gott ef þið eru meðvituð það, kæru naut, því að þá er alltaf meiri líkur á að ykkur takist að beisla það. Telja upp að 10 og andi ofan í maga. Reiði og erfiða tilfinningar, nú vil ég verða smá heimspekileg, þetta er heimspeki þátturinn í lesningunni. Reiði og erfiða tilfinningar meiða mest ykkur sjálf, en ekki þann sem að hún beinist gegn. En þetta eru bara ósköp eðlilegar, mannlegar tilfinningar. Og best að fá útrás fyrir þær bara á einhvern uppbyggilegan jákvæðan hátt. Ef þið mögulega getið. Og já. Ég er ekki að tala eins og ég hafi aldrei orðið reið. Þvert á móti. Ég veit hversu erfitt þetta getur verið. En hérna, við skulum sjá næsta spil. Þið fáið hérna orkustöðvarspil. Orkustöðvarspilin í öllum sínum fallegu litum. Orkustöð fyrir nauti í júní. Margir sem eru að fá þessi þennan gráa lit núna. Þetta er litur höfuðstöðvarinnar. Hann er þessi grái litur á að tákna hlutleysi. Hann er svo sannarlega tengdur hugsun, andlegri tengingu og eins og spilið segir, eðlisávísun að vissu leyti. Og nú ætla ég aðeins að fletta upp svo ég sé ekki að segja einhverja vitleysu. Það er þessi eðlisávísun eða þessi rödd innra með okkur sem er að reyna að leiðbeina okkur hérna. Og leiðbeina okkur þá væntanlega varðandi þessa erfiðu ákvörðun og þessar erfiðu tilfinningar sem eru hérna. Þú getur fyllilega, kæra naut, tekið mark á þessari rödd. Það er verið að passa upp á þig. Þú ert aldrei eitt, kæra naut. Það er alltaf einhverjum með þér. Við höfum öll okkar leiðbeinendur, engla, vendara, hvað sem við köllum þá, sem vilja og eru tilbúnir að styðja við baki á okkur. Og það eina sem við þurfum að gera er að hlusta þegar þeir bregðast við, þegar þeir tala. Og við þurfum stundum að biðja þá aðstoð líka. Þeir mega víst ekki stíga inn hvenær sem er eða í hvaða aðstæðum sem er. Nema að fá leyfi. Þetta getur þýtt að í júní verðið fyrir einhvers konar svona uppljómun varðandi ykkur sjálf. Þið áttið ykkur betur á eigin tilfinningum og eigin líðan og þið áttið ykkur betur á þessari tengingu sem þið hafið við ykkar andlega þátt og kannski ykkar andlegu leiðbeinendur líka.
Það er líka ábending í þessu spili að horfa ekki öxl. Þegar við horfum öxl, þá erum við að missa orkuna þangað sem annars ætti að nýtast okkur í framtíðinni. Úlfurinn, af því þetta er hvítur úlfur, fylgir alltaf eðlisávísunni og hann finnur ef það er eitthvað að óttast. Hann heldur ótrauður áfram þrátt fyrir það sem gerist á leið hans. Og þessi úlfur er oft einn á ferð. Stundum þegar við verðum fyrir einhvers konar andlegri svona vakningu eða öðlumst nýjan skilning og dýpri skilning, þá verðum við svolítið ein, því þá er ekki alltaf allir í kringum okkur á sömu línu eða að upplifa það sama, skulum við segja. En þá vonandi líður okkur vel með okkur sjálfum. Allavega, þetta eru skilaboð sem þið þurfið að taka til ykkar í júní. Ok. Úlfurinn er líka verndari, mikill verndari með mikið verndareðli. Þannig að það er kannski eitthvað sem á eftir að vera áberandi í júní og tengist þessari reiði og þessum erfiðu tilfinningum. Þetta eru svolítið kröftug spil hérna. Dreki og úlfur og síðan vespan sem stingur þegar hún er áreitt. Ok, kæru naut, við erum ekki alveg búin. Pínu erfiður lestur hjá okkur, en allt í lagi. Að því sumar er komið, þá fá ég hérna blómálf. Blómálfur fyrir nautin. Vist velverðingur að hafa kallað eitthvað hrút á það. Það var ekki ætlunin. Já, kveðja hið gamla og taka fagnandi á móti hinu nýja. Þú ert búið með einn part í lífiðinu og nú er nýr og betri partur að byrja. Þetta er nú aldeilis fallegt spil og kannski verið að tala þennan hluta af lífiðinu þar sem að þú notaði reiðina svolítið til að tjá þig, en ert að þroskast svolítið út úr því. Hver veit? Það er allavega einhver þáttaskil hérna í júní. En ég ætla ekki að gleyma spilinu sem segir til hvað þú þarft að heila innra með þér. Spil fyrir nautið í júní er eitthvað sem nautið þarf að heila. Brotin sambönd sem hafa rofnað, sambönd sem skilja eftir sig erfiðar óunnar tilfinningar sem ekki búið að finna í. Þetta getur verið skilnaður fjölskyldu, þetta getur verið aðskilnaður foreldra og barna, hverskyns aðskilnaður eða erfiðleikar innan fjölskyldu sem hafa valdið sárum, sem hafa valdið
erfiðum tilfinningum og ég tengi það beint inn á miðjuspilið sem ég fengu hérna áðan, þar sem ég talaði að þið eruð staðráðin í því að taka aftur upp ég ætlaði að segja spaðan, segir maður að taka upp spaðan aftur. Ég veit ekki á hverju það orð kom hérna inn, allavega að taka upp þráðinn, ætla ég að segja. Það er að segja, þið eru staðráðin í því kærunaut að þó að þið hafi upplifað erfiðleika í fortíðinni, þá eru þið tilbúin í annan slag. Og þegar ég segja að taka upp þráðinn eða spaðan, þá er ég ekki endilega að meina að taka upp þráðinn við gamla sambandið eða við gömlu erfiðleikana. Ég er eiginlega að meina að byrja upp á nýtt með nýjum kringumstæðum, nýju fólki. Taka upp þráðinn sem sagt hvað varðar þessa stöðu í ykkar lífi. Það er eiginlega það sem ég var að meina. Stundum svolítið erfitt að tjá sig og kannski það eitthvað þema í júní að því ég er að mismæla mig hérna hægri vinstri líka. Ok, við látum það liggja á milli hluta. Þetta er það sem þarfnast heilunar í ykkar lífi, kærunaut, og þið eru örugglega ekki ein það. En þetta er eitthvað sem kemur upp í júní. Takið fagnandi öllum svona tækifærum sem þið hafið til að heila gömul sár. Það er þvílíkur léttir þegar að það er gert. Spilið sem kemur núna er nokkurs konar lausn á þessu spili. Naut fyrir júní. Það er þetta fallega spil sem segir okkur það að við erum öll nú ætlum ég að vera háfleg og segja börn Guðs, þið megið snúa því hvernig segir viljið. Við erum öll börn kærleikans, börn ljóssins. Ekkert getur í raun og veru skaðað okkar innsta kjarna, því að þar eru við öll eins. Þar eru við ekkert nema ljós og kærleikur. Á erfiðum stundum og til að heila erfiðar upplifanir, erfiðar tilfinningar, er gott að muna þetta. Þetta er svolítið græðandi, eins og græðandi plástur. Að muna það að innst inni fær ekkert grandaðir. Þú ert eilíf sál, þú ert eilíft ljós og eilífur kærleikur. Og sakleysið sem að barnið táknar hérna í spilinu er líka þinn innsti kjarni. Já, ok. Ég óska ykkur alls eins besta með þetta, elsku naut. Síðasta spilið er á svolítið öðrum nótum. Það er úr þessum skemmtilega stokki sem er kallaður uppreisnarstokkurinn. Það eru blótsyrði í honum. Ég reyna að þýða þau eftir bestu getu. Ef þið eru viðkvæm fyrir blótsyrðum, þá er bara að slökkva núna. Blótsyrðin er á ensku og þetta er svona aðeins til að enda á léttum nótum. Við skulum sjá. Uppreisnarspil fyrir nauti í júní. Þið fáið spil úr flokknum sem heitir ást. Það er nú gjafmælegt, en tengist tilfinningum. Já, það er nú ekkert engin blótsyrði hér. Eyddu tímanum með einhverjum sem er þess virði, ekki eyða tímanum þínum í einhverja vitleysu.
Þannig að þú veist að eyða tímaninum í eitthvað fáránlegt, hættu því og farðu að nota hann á uppbyggilegan og gagnlegan hátt með einhverjum sem er þess virði. Ok, svo mörg voru þau orð. Kæru naut, ég biðst velvirðingar á mismælum og tregðu. Ég vona að júní verði ykkur bjartur og fagur. Ég á örugglega eftir að setja eitthvað meira hérna inn og einhver sagði mér að það væri hægt að gerast áskrifandi að rásinni. Því athugið það bara ef þið hafið áhuga. Annars óska ég ykkur allsins besta. Ljós og kærleikur.